Siemens logo, svona smá inntölfur það sem ég ætla að kenna ykkur á núna, forritaðir og svona aðeins sem forritinu náðum eins, meira og minna, hvort sem það eru nýjar eða gamlar, mjög þægilegt. Forritið rauninni eldgamalt en gengur ennþá. Þetta sem sagt gamla vélin hérna, en þessum elstu, svo eitthvað svona milli með fleiri útgöngum, og hér svo nýjasta sem að getur, hvað maður segja, mörg hundruð sinnum meira heldur en þessi sem að birtist fyrir einhverjum rúmum 20 árum síðan. Svona tölvur eru mikið notaðar til þess að stýra alls konar búnaði, sérstaklega innaði og líka á heimilum, mjög þægilegar í notkun og öruggar. Það fyrsta sem við þurfum að gera er bara að finna forritið. Það ætti nú að vera í tölvunni ykkar hérna í skólanum. Þú prófa að slá bara inn logo. Það er þetta hérna, Soft Comfort 8.1. Ég hef með þetta hérna niður, búin að kveikja á því hérna. Það er ágætt að setja það hérna niður. Og þá birtist þetta yfirleitt svona. Og það fyrsta sem við byrjum á að gera er bara velja ykkur blað til að tekna á. Ekki fara hér, gera nú hérna. Það er mjög sjaldgæft að það sé góð leið í svona rafvirkjaforritum. Fara hérna í File, New, og við ætlum að velja hérna ladder. Og það er mjög einföld forritunaraðferð. Þetta er svona aðferð sem hafa væntanlega verið búin til fyrir rafvirkja til að geta forrita einfalda stýringar, að það láta hann að líta bara út eins og segulagstýringu á hliðinni. Það fyrsta sem við þurfum að gera er að velja í hvers konar tölvu við erum að fara að forrita. Þannig að það er ekki hægt að forrita fyrir nýjustu gerðina og setja það í einhver eldri gerð. En það er oft hægt að forrita fyrir einhver eldri gerð og setja það forrit í nýjustu gerðina. En þetta veljum við bara rétta tölvu. Hérna er sem sagt eitthvað sem hérna er svona gömul. Við erum með hérna nýjustu og hérna á horninu undir OK-takkanum síðustu 4 stafirnir er það sem við erum að leita að. Það er heitið á tölvunni. Það fyrsta sem við þurfum að gera er að byrja að velja hérna rétta tölvu. Það er hérna niðri. Tvísmella hér. Kemur þessi gluggi. Þar ætlum við að velja 0BA8 standard. Þá koma hérna upp allt sem þessi tölva getur gert. Við höfum verið að nota svolítið eina gamla hérna sem í skólanum sem við tölvert af þessa hérna 0BA2 standard og sem að tölvert minna af möguleikum í henni. Þetta er að vilja þessa hérna. Næstu. Smetla OK og þá erum við tilbúin að forrita í rétta tölvu. Og svo gerir það nú reyndar. Mér finnst oft ansi óþarflega langt hérna á milli lína. Við byrjum að tekna eftir að ég ætla aðeins að fara hérna í format grid og stytta bilið hérna á milli. Breyta ég kannski í 20. Svona. Og svo ætla ég að segja
að hérna make contact input 1 svona sem bara ok hér. Það er þetta að skrifa hérna alls konar upplýsingar, það er ekki að gera það núna. Ég vil að þetta kveiki á útgangi 1 sem er Q1. Ég tengi þetta bara svona, þetta er bara að smetla og slappa hérna, mjög þægilegt. Og svo ég vil að inngangur nummer 2 kveiki á veljan hér, kveiki á útgangi 2. Forritið er svolítið svona, það rekkur svona svolítið mikið til, gengur illa að koma og láta hlutina enda nákvæmlega á þessum stað sem maður vill. Nú svo get ég til dæmis látið inngang nummer 3 kveikja á tímaliða sem er seinna inn. Og þegar við erum mögulegt að stilla tíman á hann, best að gera það strax, segjum bara hérna 4 sekúndur. Hér er síðan kemur brot úr sekúndum hérna eftir og það er að breyta hérna klukkutíma mínútur. Við erum ekki að bíða mikið meira en í eitthvað svona 4 sekúndur. Og síðan myndi ég setja hér, fyrir hérna neðst, þá er þetta sem sagt að T01, þetta er snerta í honum, gefum þá til með að kveikja á að segja útganginu með 3. Útgangandi er númerist sjálfkrafa rétt hérna er að þessu. Og þegar að þetta er komið, þá get ég prófað forritið. Það er hérna sim hérna, smetla á það, þá komur svona ljósapyrur hérna fyrir hvern útgang og ég kveiki á hérna þessum, smetla á hann, kveiknar á þessum, kveiknar á þessum. Hér ættum við að fá tímalega í gang, 1, 2, 3, 4 kveiknar. Þetta passar alltaf mann. Svo er hægt að fikta hérna í klukkun ef maður þarf að halda eða láta hann að fylgja klukkutölvunar. Og við sjáum hérna, við skoðum hérna niður, að hér er alls konar möguleikar. Setn inn, setn út, on-off eða blikkari. Alls konar hinir og þessir, stigabiðrofi, viku klukka, árleg klukka. Það sem við kallum sólur, það sem fer eftir breyti tímanum bara eftir sólarleginu. Stoppklukka. Og síðan er hérna alls konar svona hlið hérna. Þannig að þetta er svona grunnurinn í landvistum. Til þess að sprauta forritinu í logotölvuna, þá þarf að tengja hana með íþyrningssnúru. Síðan þurfum við að fara hérna í og stoppa aðeins með músinni yfir hérna og kemur þetta PCI logo. Smetla þar á. Velja hérna Ethernet, passa það. Passa þessi vali hérna Ethernet en ekki wireless. Hérna eigum við að geta síðan smelt á þetta
og fengið á tölvan að svara með einhverju svona línu. Smellum einu sinni á þetta, tökum hérna test, kemur grænt og þá getum við smellt á OK og við segjum hérna the device in run mode, change to stop, yes, og forritið sprautast í og skipti yfir að run aftur, við getum sagt bara yes við því og þá fer logotölvan í gang. Ef við náum ekki sambandi við logotölvuna hérna með þessu hér, þá ég með sérstakt vídeo það hvernig við festum IP-töluna í þessari tölvu til þess að ná sambandi hérna á milli. Það getur verið pínuvesen en mjög auðvelt að leysa ef maður kann það. Það sérstakt vídeo það. Smella open, smella properties, IP4 properties og IP-töluna. Þarna þurfum við að skrifa inn 100.0.0.1 eða whatever. Fyrst að þinni, okay. Alright.